ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðinn til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Vertu velkomin, Hilmar. Fyrir. Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu. Við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega um Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða um svona alla hliðar Evrópusambandsins. Þannig að við langarum aðeins að byrja þar. Ég ekki óvægt að segja þú sért sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigrad-löndunum sem eru svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessum löndum í Evrópusambandinu, eða öll, mörgur með evru. Getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessara landa af Evrópusambandinu? Já, sko, það náttúrulega löndin, náttúrulega Vísigrad-löndin, það eru Pólland, Ungverjaland, Slóvakía og Tékkland. Það hafa vissu verið deilur á milli þessara landa, en sérstaklega milli Póllands og Ungverjalands þegar Orbán var forseti. Síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Eistland, Lettland og Litáen, síðan eru Norðurlöndin. Og það sem að einkennir Vísigrad-löndin það bara eitt þeirra með evruna, það Slóvakía. Hini hafa ekki tekið upp evruna og Pólandi með yfirlýsingum, það ekki með sameiginlega gjaldmiðil og Pólandi við gengið áberandi vel sem hagkerfi. Það sem líka áberandi miðað við Eystrasaltsríkin að þessi lönd, þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi miðað við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hrunið kom 2008-2009 þá eru þau ekki fyrir næstum eins miklum fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem áberandi með Eystrasaltsríkin það að þau tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skall á 2008-2009 þá fengu þau fyrirmæli því þau vildu öll taka upp evruna. Þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógnað og töldu að þau voru öruggari innan Evrópusambandsins og með evruna. Þau tóku öll upp evruna og það var skilyrði fyrir upptöku evruna að þau myndu halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau eruðu mjög illa úti, sérstaklega Lettland og Litáen. En það þýddi líka að þau heldur föst gengi að þau grípast í mjög róttækra aðgerða í ríkisfjármálum sem leiddi til fólksflótta. Ef þú getur beitt gengisfellingu þá lækkar gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örva hagkerfið í gegnum aukinn útflutning. Og það hefur ákveðin örvunaraðgerð, svo gefur ákveðin leiðrétting sem stað sem því að þú ætti ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars. En fylgir þessu ekki líka kaupmáttarrýrnun vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með það er nauðsynjar sem almenningur þarf á að halda? Jú, það er náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eiga sér stað. Það verður kaupmáttarrýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi féll og það var líka aðhaldi ríkisfjármálum en ekki næstu því mikið. Við vorum með mikinn halla á ríkissjóði í hruninu 2009. Að það sem gerist var það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfarið og síðan launahækkanir út af því. Það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin, laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það er óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eystrasaltsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara. Þeir bara lækkuðu, ekki hvernig gengisfelling, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrahúsum og skólum og skáru allt niður. Þar meðal utanríkisþjónustan í Lettlandi var skorið niður við trog, loka sendiráðum og allavega aðgerðir gripið til. Mjög róttækar aðgerðir sem fóru fram í gegnum það sem kallað internal devaluation, það innri gengisfelling, það sem bara launalækkanir og kostnaðarlækkanir sem að ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi því að það er svo mikið ókyrrð á Íslandi vegna þess að þau eru ekki vön því að þið gripið til svona róttækra aðgerða. Það Eystrasaltsríkin hafa þá sérstöðu í þessum hópi að þau voru öll hluti af Sovétríkjunum. Hillandi, Vísigrad-löndin voru aldrei hluti af Sovétríkjunum. Þau voru leppríki svokölluð. Þau voru ákveðið sjálfstæði eða voru tengd Sovétríkjunum. En Eystrasaltsríkin voru Sovétlýðveldi
og þegar þetta gerist þá var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Það þýtti ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovétríkjunum. Ef þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum þá gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi er þetta mjög kröftug mótmæli. Þú maður setur búsvaldabildinginu, við erum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikið læti sem leiddi til þess að ríkisstjórnin þurfti að segja af sér. Þetta var alþingiskosningar, það var seðlabankastjórarnir þurfti að víkja, fjármálaeftirlitið og svo framvegis. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knúnar fram að mótmæli fólks. Í Eystrasaltsríkjunum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er fræðimaður sem talaði exit voice and loyalty, það er að segja að í staðin fyrir að voice sem er að mótmæla þá fara þau í exit, það er að segja þau fara fólk yfirgefi löndin. Það sem gerist í Lettlandi og það er það sem við þurfum að horfa á þegar við þurfum að horfa á gjaldmiðilinn, að sem gerist var það að það verður mikil kjaraskerðing í velferðarmálum. Það voru mjög lítið velferðarkerfi, við tökum Lettland sem dæmi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er ofboðslega erfiðstofnun og hardnose, svona erfiðstofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisfellingu í Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei vegna þess að þeir voru hræddir að bankakerfið í Lettlandi sem eru aðallega norræn bankakerfi myndi fara á hausinn við þetta, eða gengisfelling, og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og Evrusvæðinu. Og þá var krafist þess að gengið yrði fast til að bjarga þessum erlendu bönkum. Þeir eru aðalega erlendi bankar í þessu löndum. Á meðan á Íslandi voru þetta erlendi bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim. Þetta vildu þeir komið fram út á ISIN. En það er málið og það sem þýðir það að í svona umhverfi að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2025 að þá mistu Lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir ungt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin sem voru illalinn voru ennþá verið launuð, það var engin þjónusta og það var erfið, heilbrigðisþjónusta var skorið niður, skólarnir skorið niður, allt skorið niður og þá náttúrulega, og þú þegar að bætist við að það er engin hefð fyrir því að mótmæla stjórnvöldum. Í Sovétríkjunum var bannað að mótmæla en líka landamæri voru lokuð. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldu bannað að mótmæla. Þau eru að gera það sem það var sagt frá Brussel. Við fengum bara fyrirmæli, ef þið viljið erum nátt gerið þetta. Og þeim var hlýtt, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti líka einhvern 1 eða 2 daga. Það var mjög skammvinn mótmæli, miklu skammvinnari en hér á landi. Það sem er miklu ríkari lýðræðishefð og okkar lýðræði sé sjálfsögðu ófullkomið. En þá yfirgaf fólki lunda 15% og mest af þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt ef þú missir þetta fólk út og þetta gerist þegar þú ert með þessa internal devaluation og svo bara svo er hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefði komið í kjölfarið gengisfellingar, það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannastraumur sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðirnar eru gallaðar, það sé að sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn halla á ríkissjóði miklu meiri en þessi lönd myndi gera, en það fylgir við engum formúlum frá Brussel á landi ríkisfjármál. Þannig að við höfum algjörlega frjálsar hendur. Hagkerfið hérna reis upp á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005, þá fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hagkerfið er miklu heilbrigðara í dag af því leyti að við erum með góða blöndu af fólki og öllum aldurshópum, miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litáen, sérstaklega Lettland og Litáen. Litáen greiptist líka til róttækra aðgerða og það vekur líka, ég ætla ekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það vekur athygli að þessir forsætisráðherrar sem leiddu þessa gríðarlega niðurskurð, loka sjúkrahúsum, lækka laun kennara og heilbrigðisstarfsfólk 40% allavega. Það hefði andast í gang á Íslandi. En Valdis Dombrovskis sem var þarna forsætisráðherra Lettland sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann, hann var gerður leiðan að sagði af sig 2014 að commissioner hjá Brussel í feita velvegnaða stöðu 2014. Sá sem leiddi í Litáen, Andrís Kubilius, hann er núna commissioner hjá Evrópusambandinu fyrir varnarmál, defense. Þannig að þessir aðilar sem hann leiddu þetta, sem hann mér blöskraði alveg gersamlega hvernig það gerðist, að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, ég vona þeim farnist vel.
Ég er ekkert að segja það að þeir hafi verið ráðnir út á þetta, en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman, þessu kerfi. Og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem hún er að mótmæla því að það standi jafnvel til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu varðandi til skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu. Ef þau gangið þarna þá hafi þau ekki sama atkvæðisrétt, hafi ekki neitunarvald. Og mér þykir þetta mjög, forseti Finnlands talaði nýlega um það að hann talaði um að þetta verða 40 aðildarríki í Evrópusambandinu. Þegar maður talar við sendiherra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu, þá tala þeir bak við lokaðar dyr að þetta sé orðið svo þungt kerfi með 27 aðildarríkjum að öll hafa commissioner og öll hafa ólíkar skoðanir og ólíkar hagsmunir að ákvarðanir að taka. Ef þetta verða 40 lönd, þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varðandi neitunarvald og atkvæðagreiðslu og líka að í staðinn fyrir að eitt land hafi eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að við þurfum að hugsa um þetta. En það sem ég er að segja, þessu velferðarkerfi, mjög rík lönd, Eystrasaltsríkin fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvexti og vera með eins lítið ríkisbákn eins og hægt var, engin velferðarkerfi. Það er ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga, þú ferð út á götu. En vísigrafnirnar sem vakti athygli mína hvað að þeim tókst að fara einhverja svona millileið og ná ótrúlega miklum árangri miðað við þeirra tekjustig. Þeir voru með minni fátækt og þau voru líka með mun skárri tekjudreifingu, af því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Eystrasaltsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna. Og svo vekur þetta athygli líka að sameiginlega gjaldmiðil nema Slóvakía. Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eystrasaltslöndin sem eru með evru og gátu þar ekki fellt gengið. Lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifin og gengisfellingin veldur, þar sem að laun eru að lækka í erlendri mynt. Það dugði ekki til þess að atvinnulífið jafnaði sig fljótt eins og gerðist hér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannastrauminn sem að kom beint ofan í hrunið. Já, Gunnar Smári, þegar að gengissetningin var 2008-2009, Ísland fyrir þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland, forðaðist Ísland. Allt í einu var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft. Þetta gerðist af því að Ísland var orðið allt í einu, þetta samkeppnishæfni landsins jókst svo mikið, af því koma til þessi ferðamenn. Það er ástæðan fyrir því. Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að fylgdi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var eitthvað 30%. Það fylgdi fara að millileið og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örva hagvöxt og landi geti vaxið út úr þessu. En við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity innan Evrópusambandinu, skera allt niður. Það er að segja, þegar það er kreppa, þá heldur genginu föstu og þú skerð allt niður. Þetta er eins og þú ert á bíl og þú ert að fara brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínu eins og var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsinu upp brekkuna. Þú kemst ekki neitt. Ef þú gefur í eins og við gerðum, þá auðvitað þýtt að við vorum með bullandi halla á ríkissjóði en uxum út úr því með hagvexti. Og það er það sem þau gerðu. Núna en Evrópusambandsins er talið að þetta sé ekki mjög góð látin að lækka, að skera svona mikið niður. Það er ekki talað um það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkraínustríðinu og að það talaði um að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur aðalríkisfjármálum, það voru bara afnumdar. En þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlega miklu skuldum og þar er komin hætta í gegn. En Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu, en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því að evran var tekin upp að miklu leyti dautt hagkerfi hvað var það hagvöxt og atvinnuleysi mikið, en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það er náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði. Og svo er talað mikið vextina. Sko Ísland er þetta þannig að við erum að borga hærri vexti.
Það alveg ljóst að því við erum hærri verðbólgu, við semjum hærri nafnlaun. En það verið að hafa það í huga með Ísland. Ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði. Það er verið að gera greinum á nafnvöxtum og raunvöxtum, en það verið að hafa það í huga að þegar bankarnir eru ákveða vexti á Íslandi þá taka þeir mið af stýrivöxtum Seðlabankans. Stýrivöxtum Seðlabankans, þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem Hagstofan reiknar og það er mæling á verðbólgu í Íslandi. Þannig Seðlabankinn horfir á það. En á móti kemur þegar kjarasamningar fara fram á Íslandi að þá tekið tillit til verðbólgunnar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það er langt tímabil, að það verðbólgan í Íslandi var há sem mældi vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi. Stór hluti launahækkunar var til þess að leiðrétta við verðbólgu, stór hluti var líka bara kjarabót, raunvaxta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðniaukningu, en svo kom líka í ljós að húsnæði hafi hækkað mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að viðkomandi einstaklingur sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég er að borga þessu lán en lán er ekkert að lækka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og berð saman hvað átti ég mikið eigið fé því ég keypti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverðið hefur hækkað miklu meira, þannig að því nettó eign, því eigið fé í eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt. Hilmar, má ég aðeins skjóta hérna inn? Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta, hefur ekki keypt sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka, að þá er eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hækka langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það er fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi sem að kemst raunverulega ekki inn, fasteignar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextinir eru háir og þar er greiðslubyrðin svo há að banki leyfir þeir ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða eitthvað staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðst raunverulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem er í fullri vinnu þráir ekki teitar heldur en að eignast húsnæði, getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu. Það er líka að hafa í huga spurningi þegar verið að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali. En ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og taka allt og mikið lán. Það er náttúrulega, hvað er það að kaupa dýra eign? Þarft að kaupa svona dýra eign? Nei, Hilmar, það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lægstu laun að þau standast ekki greiðslumat og það á eignir sem eru til, þannig að það getur keypt ykkur eignir sem eru ódýrara en þær eignir eru bara einfaldlega ekki til. Lægri launahækkanir í Íslandi, já það væri lægri launahækkanir, segjum við verum með evruna, þá væru laun, þau myndi ekki hækka jafn mikið en aðfyrir, þau eru bara fastar í evrum, það er lítil launahækkun, kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun, raunlaunahækkun, bara eins og framleiðniaukning, segjum að það væri og segjum að það væri meira atvinnuleysi í kerfinu og það væri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu, myndi það hjálpa, raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir, en það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, það hljóta að taka tillit til þess að þeir hljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulið. Þannig ég er alveg örugglega rétt þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara víða í Evrópu, þá er erfitt að komast inn á markaðinn og til dæmis á Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þjóðanna bara leigi eignir og gera það þannig. En ég er ekkert að segja það ef það kerfið sé gott, ég er bara að segja það, ég er ekkert viss það ef við verðum með fastgengistefnu, við verðum með lægri verðbólgu og það væri ekki, og þá myndi við lægri verðbólga, þá er vextinni lægri
laun myndu ekki hækka eins mikið í nafnvirði og jafnvel ekki heldur í raunvirði og svo bætist við það að mun herra atvinnuleysi á Evrusvæðinu frá því var tekin upp hefur verið meira en helmingi herrin á Íslandi að meðaldali. Myndi þetta hjálpa svo mikið? Ég er ekki viss það, en ég hef ekki rannsakað þetta. En ég býst því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá viti þeir það að það er alveg réttinir eru háir, en þeir vita það við búum á vinnumarkað sem þannig og þessi tölur sem ég var að nefna við hvernig launin þróa í samanburði neysluverðs og laun fasteigna í hlutfalli við neysluverðs, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera. Ég hef ekki verið að kaupa fasteign og taka lán sjálfur því ég kaupi ekki mjög dýra fasteign sjálfur. Bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverjum miklu skuldum. En ég er ekki viss það að það að gangi Evrópusambandið og taka upp evruna, að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru. Ég hef heyri líka það að fólk sem býr á Evrusvæðinu, ungt fólk sem á ekkert eigið fé, eigi mjög erfitt með að eignast fasteignir á mörgum svæðum í Evrópusambandið þar sem fasteignir eru orðnar mjög dýrar. Ég er ekki viss eða er það þannig, heldur að það sé þannig í meginlandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsríkjunum að ungt fólk sem á ekkert eigi auðvelt með að kaupa fasteignir. Ég held ekki. Nei, en það í mörgum af þeim löndum viðráðanlegur leigumarkaður, ekki eftir viltur og okurmarkaður eins og á Íslandi. Já, það rétt. Og að því að okkur hefur verið að fjölga, að þá náttúrulega pressa á húsnæðismarkanum. Það mikil eftirspurn eftir húsnæði. En ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki, hvað sé? Já, ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali. Það alltaf 2 hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður og fólk getur huggað sér við það að fasteignar verði hækki svo mikið að það verði til eign inn fyrir allan hennar húsnæðiskostnað. Að það sem hinum megin á þeim teningi það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út, þannig ná ekki að komast inn á markaðin og eru lokaðir inn á leigumarkaði. Ég var ekkert að bera saman evru eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir áðan að Ég er ekkert viss það að ungt fólk sem á ekkert eigið fé geti auðveldlega keypt fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara ætla að leiða Hilmar, þetta snýst ekki að þú eigið fé. Það er reglur á Íslandi að það er reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin þeirra standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það er vandamál sem að láta ekki fólk fyrir. Heldur að bankin horfi ekki á eigið fé. Auðvitað horfi bankin líka á eigið fé. Þú átt mikið eigið fé. Þú ert að taka kannski 30% af eigninni. Já, en til að vega það upp, að vera á lágum launum og bankin metur að þú hefur þar leiðandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 milljónir eitthvað liðs, að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 milljónir og getur þá keypt sér 60 milljónir íbúð bara með 20% láni, 20 milljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til. Þannig að þetta er fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það fær ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á... Já, en heldur þetta vandamál sé bara sér íslenska vandamál þetta? Er það? Ég held ekki. Vextir ég held að fólk víða í Evrópu, það sem er fasteignar mjög dýrar, því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíkar eignir. Auðvitað það vandamál hérna. Það sem ég var eins og að leggja áherslu á var það að þegar að þú notar fastgengi, því ég er ekkert að draga úr því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina, að ef að þú ert með fastgengistefnu og þú getur bara beitt ríkisfjármálunum og það leiðir til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuafl unga fólkið, ef það fer, að þá hefur það áhrif á langtíma hagvöxt. Það er voða lítið talað um það. Það vill svo til að Ísland, þó sem margir segja sé alveg afskaplega slæmt land, að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandingu fjölgað 24%. Þetta ægilega slæma óla Ísland. Fólki fjölgar og við erum með velferðarkerfi sem er miklu sterkara heldur en til dæmis Eystrasaltsríkin
eða Vísegrad-löndin, samanburð við Norðurlöndin. Þannig að ef við værum svona ægilega slæm og það væri ekkert að fólk geti ekki sér húsnæði og það hefur svona lág laun og allt verið svo slæmt hérna, á hverju er okkur að fjölga svona mikið? Það sem hefur gerst í þessum löndum sem ég er að tala um er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt það ekki, ég er ekki viss að, ef þú komið til Ríka nýlega, því ég kem í miðbæ Ríka, ég er ekki viss að ungt fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar. Mér skilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í úthverfi vegna þess að það ræður ekki við hvorki að leigja né að kaupa í höfuðborginni. Þannig að það er alveg rétt hjá þér að það eru vandamál á Íslandi. En við megum passa okkur að halda ekki að það sé bara vandamál á Íslandi. Ef við hefðum lent í því stöðu eins og Lettland, í staðan fyrir að fjölga 25%, að fækka 15% og við værum búin að missa unga fólki okkur út á markanum, þá væri hér stöðnun. Og síðan myndi það gerast að skattstofninn veikjast af því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel menntað ungt fólk sem er á háum launum, það er að borga skatta. Í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fara eftirlaun eða þarf heilbrigðisþjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært. Og það er það sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkanum og allt fram eftir göttunum og líka því að Íslandi ferðamannaland þá er bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með. Ég efast ekkert um það. En ég er ekki viss um það að fastgengistefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta. En þetta á fyrst og fremst við eða einkanlega við Eystrasaltslöndin. Þú nefndir að lönd meðal Vísegrad-landanna eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með evru? Þau koma skár út, til dæmis að því sem svo Pólland. Þar var til dæmis, ef þú sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bilinu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmiðil, þeir eru með zloty og það á sinn þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast. Þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem er eitthvað 30% hjá þeim á þessu tímabili og meiri sveigjanleika. Þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið nær að jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðalega að viðurkenna það svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er mjög mikil íhaldssstofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma. En evran er fastgengistefna. Ef að og svo kemur kreppa og niðurskurður er ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur evru og lendir í heimskreppu? Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármálum. Þau eru komið skuldirnar 2-falt eða 3-falt hámarki 60%. Það sem þau fara að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tímann ef það verður skuldakrísa á evrusvæðinu, eins og var þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2008-2009, að þá verða stofnaðir sameiginlegir sjóðir til að bjarga mér. Og það gallinn við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2008-2009, þá er það eitthvað 2% af evrusvæðinu sem hagkerfi, það er bara smámunir. Þannig að það er að bjarga svo lítið landi, en þú ert komið Ítalíu og Frakkland sem eru orðið stórt hlutfall á öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig að annarkvort eru þau að treysta á það að önnur aðildarríki muni hafa verið stofnaðar sjóðir á vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíðarkynslóðir muni taka axla ábyrgðina. Þau safna skuldum, en það sérðu það að ég birti nýlega grein í Morgunblaðinu sem það bara línir yfir evrusvæði og tók síðan EFTA-löndin líka og þar sér maður að það er ákveðin lönd og það sem er mest ágefnir eru stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komið langt fram yfir. Þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármálum.
og með þess að forsætisráðherra Ítalíu talar það að í COVID eða Úkraínustríðinu þá bara afnema þessar reglur þannig að þeir geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga. Það eru voru reyndar felldar úr gildi einmitt í COVID, en staðan þá þannig að land sem með evru og lendir í heimskreppu, gamla leiðin var svo að skera niður velferðarkerfið og reyna að komast í gegnum það þannig. Nú telja menn að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma. Að þá eina leiðin sem eftir raunverulega að skuldsetja ríkissjóð og halda áfram, halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán. Og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sín tíma. Það veri allt í lagi að skuldsetja sig verið þess að við ætlum að vaxa út úr þessu. En þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu. Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtinn á þessu svæði. Hann áberandi miklu lægri heldur en á Íslandi. Hagvöxtur alltaf meldur á raunvirði, alltaf fast sleiðrétt fyrir vísitölu til að bera saman á föstu verðlagi og það nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það engin hagvöxtur í dag. Ég meina það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár. Nei, það ekki nóg. Ég veit að það eru Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman sem ég svaraði á DFF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Ísland og hann tók 2 ár, eitthvað 2004-2025 og talaði að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er náttúrulega alveg fáránlegt vegna þess að ef þú tekur hagvöxt frá því evran var tekin upp 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem birtist í DFF, sem ég bara þetta saman, að það er ekki nóg bara að taka ykkur 2 ár, þú voru að taka 99 til 2025, þú voru að taka svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekkert alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu betur en Grikkland í hagvexti, hvort sem þú tekur hagvexti í heild eða tekur tillit til hagvaxtar á mann. Þannig að láta sér detta og þetta ég sé þetta því miður þeir sem að fjalla evruna og það er mörgum afskaplega mikið niðri fyrir með evruna og það alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það er gríðarlega mikilvægt að öll umræðan sé málefnaleg og ekki þessar persónulegu svívirðingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem menn eru báða bóa með skeyti. Ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa og segja bara ok, núna í dag á þessum tímapunkti er hagvöxtur á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið. Þannig að auðvitað, það er ekki margt að grípa einhvern einn ársfjórðung eða einhvern 1 ár eða hluta á ári eða jafnvel 2 ár. Ef reynslan yfir aldarfjórðung segir okkur ákveðna skýra sögu og það er engin spurning að staða Íslands er öllu leyti miklu betri heldur en Grikklands hvort þú tekur hagvöxt, þú tekur ríkisfjármál, þú tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir, opinberu skuldir sem verkefni landsframleiðslu kannski 1/3 af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar aukið hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki. Þannig að Grikklands og segja það sé betra það er alveg ótrúlegt að mun þetta í hug. Já, við skulum ekki vera með dóm á umræðuna, reynum að halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi. Er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrad-löndunum að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er eða var með að stóru leyti rekja til ákvörðunum að gangi í Evrópusambandið. Það hafi verið heillaskref. Það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið. Nei, en fyrstu árin eftir að gengu í Evrópusambandið. Já, það var talað Baltic Tigers frá 2000 og svona 2004, 5, 6, 7 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers. Svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt. Og síðan hefur ekkert verið mikill hagvöxtur í þessu löndum, þau var að jafna sig eitthvað. En þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum og þessi lönd voru að fara inn í út af Sovétríkjunum 1991 þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum.
En í dag, 35 árum seinna, þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag, þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Evrópuríkjum ykkur fyrirsjáanlegri framtíð afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega þegar þú ert með ósjálfbæri hagkerfi, þú komi stór hluti þjóðarinnar eldra fólk sem þarf mikla heilbrigðisþjónustu, þarf að fara á eftirlaun, unga fólki farið, ekki allt en að mjög leyti. Þegar ég að fara til ríka í dag, hvað er mér ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem kom úr öllum heimsóknum. Það er lítið að lettum sem eru í háskólanum sem ég að kenna, kannski kenna 3-4 bekkjum og ég sé aðalega útlendingum. En mér langar að heyra aðeins viðhorf almennings að því að þú dvelur þetta mikið. Hver er viðhorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflótti frá þessu löndum? Eða hvernig metur fólk í þessum löndum ástandið? Eða orsök ástandsins? Og ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðanakönnun, ég bara tala við fólk. Ég veit það, sko, ef þessi lönd að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnahagslegan uppgang. Þau eru að horfa á sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri við Rússland. Lettland er með austurlandamæri við Rússland. Litáin er með landamæri við Kaliningrad til hluta Rússlandi milli Litáin og Póllands. Þessi lönd eru óttast við sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu vígli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, þetta eru mjög hættuleg landamæri í dag, þessara landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandis Evrópusambandsins og séu komið með evruna, að þá séu þau í betri stöðu frá öryggslegu sjónarmiði, þannig að og það er eina ástæða að stjórnvöldum sérstaklega í Lettland og Litáin tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er töluvert alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst af Íslandi sem ég þykir vera fjarstæðukennt að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland. En það er þetta sem skiptir líka mjög miklu máli, það er bara hreinlega tilvistarógn. Og við höfum talað um það áður, að ef öryggi þjóða er í húfi, þá skiptir það miklu þyngra vægi heldur en efnahagsmál. Og efnahagsmálin hafa vægi, og þau hafa vægi á Íslandi, en öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvofandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þyngra vægi. Þannig að þó og þessi lönd af þetta fari ekki til svona mikla þrengingar, mikið hluti unga fólki fer, en það er tilbúið að ganga gegn þrengingar af því að öryggi þetta er í hættu. Ef ykkur hótar að ráðast á þig með alvarlegum afleiðingum, þá lætur peningaveski freka frá þér, heldur en að verða fyrir einhverjum miklum jaski eða bara hvernig það er því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðið öryggi og ég skil vel að þau skuli telja að vera hluti af einhverju og svo náttúrulega gengur þau í NATO, gengur öll í NATO, þau gengur öll í Evrópusambandið, þau tóku öll upp evruna, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það er alveg skiljanleg afstæða. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæri við Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovétríkin þjarmuðu aldrei Íslandi, það var þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og þessu lönd, þannig að svo er alls konar ánægð, það er alls konar ánægðkannanir með Evrópusambandið, þá er allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki ég er ekki sérfræðingur í svona happy könnunum, ég sé það sko að Finnar eru alveg óskaplega, þeir eru hamingjasamasta þjóð í öllum heiminum og þeir eru óskaplega ánægðir með Evrópusambandið, en þeir eru komnir með skuldir sem hlutfall af vergri landsins 90%, atvinnuleysi nálega 10%, það er engin hagvöxtur, í nokkur einasti hagvöxtur í landinu, engin hagvöxtur, skuldir eru alltaf að vaxa, atvinnuleysi er mikið og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með. Ég var að hlusta á ykkur sérfræðingur á Finnlandi viðtal, þessu við erum svo ánægðir því að við erum vön að búa við svo hryllilegar aðstæður. Og svo eru þið með landamæri við Rússland og Rússland er sagt að sé að auka sinn viðbúnað á þeirra landamærum. Á hverju þeir segjast vera hamingjusamir, ég veit það ekki, og svo spyrir hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera
vera hamingjusamasta þjóð í heiminum, en þetta er svona dæmum happy nation, unhappy economy. Hagkerfið er mjög óhamingjusamt með alla mælikvarða. Það er nú mikilvægara að fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið, myndi ég halda. Ég það býða því að fara ekki til Finnlands að reyna að sannfara það að þeir ekki vera svona glaðir. En mér langar aðeins að þeir reyna að skilja þetta. Þeir vilja vera aðeins ánægðir eins og þeir vilja mín vegna, en ég held að Íslendingar séu ekki ánægðir ef það er mikið atvinnuleysi, ef það er ekki hagvöxtur og það eru mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala um og þetta benda réttilega á, varðandi ekki, hafi gefna á að kaupa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði þá verður að fara að skera niður. Sko, Finnlandi komið í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Þú er að gá að því að þó að frakkar og þjóðverjar hafi ekki fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum, af því þeir ákvaða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandið fundaði. Ef að þú ert að tala um Finnland, þeir fá enga undan þá, þeir borga sekt ef þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel. Og nú er verið að tala um það, við talum utanríkisráðherra að þá að fara að skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði. Eða allavega nýrra ríkja, hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríki, að þau hafi bara minna að segja. En Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru konni með allt og háan halla á ríkissjóði og eru að safna upp skuldum, að það á sér ákveðna skýringar, til dæmis aukin útgjöld til varnarmála er hluta af því, en það skýrir bara hluta af þessu. Þannig að þetta að vera með happy, fólkið ánægt en hagkerfið unhappy, það er ákveðin vandi. Ég get ekki skýrt út hvers vegna, auðvitað er ég mjög afskaplega ánægður með Finnlandi, frábært land, afskaplega ánægður með þau skulu vera hamingjusamir, en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur en sem við erum með hvað þetta varðar allavega, hvað efnahagsmálið varðar. Afsakið ég sé að spyrja þig sem svona sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem hefur dvalið þarna mikið og því ég er að reyna að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan evrunar efnahagslega. En okkur stóð það bara einfallega ekki til boða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og verum að tengjast því sem allra best og við getum bara tekið á okkur kannski hægari efnahagslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn út frá öryggisjónarmiðum að standa fyrir utan er bara ekki í boði. Heldur að þú myndi finna mann sem að myndi orða þetta með einhverju þessum hætti? Já, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skammvinn, nokkru dagar eða eitthvað, segir mér það að þeir hafa meira þol til greiða atkvæði við fótunum og hverfa. Nú athuga það að svona 1/4 af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússnesku bergibrotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vilja ekkert endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust segja að við áttum eitthvað kosti, við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn aðild að Evrópusambandinu. Þeir héldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Evruna. Svíar gerðu það, hún féll á því. Danir efnuðu Maastricht-samkomulaginu, þannig að þetta tóku ekki upp Evruna. Svo náttúrulega Norðmenn efnuðu Evrópusambandinu tvisvar. En það eru örugglega til aðilar sem að bara forgangsraða öryggismálu landsins svo hátt að því þeir, sérstaklega þeir sem að, ég meina, fólk sem var í Sovjettímanum til að fækkandi, en það var tölvöld fólk náttúrulega sem var hlutasöfningum fyrst þegar það var greitt atkvæði fyrir 2004, þeir gengu í Evrópusambandið 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjetkerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá er náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það er öruggara og svo komin evrusvæði þá ertu líka því að segjum svo að Rússar fara að þjarma evrusvæðinu, þá eru frakkar og þjóðverjar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka þessum stóru löndum sem þau myndi þurfa að grípa til aðgerða eða þú eru aðstæða myndbandalega, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar. En ég held að fyrir suma, já, að komast inn í
eitthvað klúbb sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggiðin ógnað og það þannig að öryggi þjóða og líka út frá einstaklingsjónum heldur líka, að þá það alltaf í forgangi. Og þannig og það svolítið verið að spila það núna, varðandi Evrópusambandsins Íslands, að við okkur sé ógnað og minnst að ógnin komi ekki bara frá Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi, heldur sé komin önnur gríla sem í Bandaríkjunum sem að ógni okkur og ætli að taka yfir okkur eins og Grænland og sem að tala fyrir Evrópusambandið segja við að sé verið alið á hræðsluáróði, en það gert hérna líka. Þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa svo þetta ferli farið í gang, stjórnvöld eru algjörlega einn af þeirri lína farin í Evrópusambandið og því verður ekki snúið við. Ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðinn fyrir að bomba ópeli 3 daga, ég ætla ekki að fara að mótmæla það sem gerist á Íslandi að og ég ætla freka bara að fara í burt, ég fer bara úr landinu og ég get lifa góðu lífi þannig. Og náttúrulega flestir af þessum sem að fóru í lönd Evrópusambandsins, þannig að bara hálfu leyti fóru þau að heima. Það fóru mjög margir til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands og Íslands. Já, þessi lönd eru umkring ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og sem reyndar komið út úr Evrópusambandinu núna. En það engin vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru álitleg og ég sjálfur að kenna þegar ég að kenna í Íslandsríkjunum þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörg að hugleiða þann möguleika að fara úr landi og komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúið sig að fara en eins og segja, ég held að það sé ekki mjög heilbrigt þegar aldursdreifingin verður svona óhagstæð eins og hún orðin í þessu löndum. En eitt sem að þú sagðir að hvað öryggissjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti umorða þannig að í Litáen gæti eitthvað sagt að það grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáen að við göngum í Evrópusambandið sem að hljómar undarleg setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi þar sem er fullyrt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með að ganga í Evrópusambandið. Já, ég meina Evrópusambandið er náttúrulega give and take. Sko, ég oft stimplað þessi neymaður. Ég líti ekki að sem er neyman. Ég bara horfa á kosti og galla og það sem fólk mjög mikið horfa á vaxtamunurinn. Það sem ég að gera, ég að benda á ákveðna ókosti og með Litáen náttúrulega því mjög ógnað með landamæri við Hvíta-Rússland og Kaliningrad og ég meina það eru í austurhluta Litáen eru margir bæir sem alveg mannlaust vegna fólksflutninga. Mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt samfélag, en það alveg ljóst að þeir eru öruggari, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dag eru orðin mjög hættuleg vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið mjög eldfimt og svo á sama tíma þetta traust sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og einhver unga börn og taka sína hagsmuni fram yfir þeirra hagsmuni fram yfir sína hagsmuni, það fallegu gildi, þannig að mér finnst þau hafa verið svolítið óraunsæ og þú nefndir Litáen hefur líka verið í átökum við Kína vegna þess að þeir leyfðu Taívan að opna hálfgildis sendiráð í Vilnius, þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum það lágur í dag að það myndi taka áratugi fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins. En þú segist ekki vera neymaður, en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi, hvort það veri snjallt fyrir Íslendinga að gangast undir skilyrði Evrópusambandsins ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harðnar í dalnum.
ganga stundur fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýi fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðilsins til þess að standa það af okkur, þú veist, taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur. Þar sem hættan við fastgengi stefnuna að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum. Sko áhættan sem að þú ert að draga upp með því að vísa í dæmi á Eystrasaltslöndunum svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara 2% líkur að þetta yrði, að þá myndi maður ekki mæla með því að neitt tæki í sénsinn. Ef þú missir svona mikið af fólki út úr landinu þá endar með ósjálfbært hagkerfi og við líka athuga það með Ísland, það var ekki bara gengið fjöllin 30% og það gerðist bara sjálfkrafa. Við gátum ekki varið gengið, það bara gerðist. Bankarnir, stjórnvöldur reyndu að bjarga bönkunum og þeir reyndu að bjarga þessu, bara gátu það ekki. Seðlabanki reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu, fór með vextina upp í 20% ef ég manni það, 17,5 eða eitthvað svoleiðis, það í tíð Davíð Oddssonar. Já, allavega nálægt í 18%, 20%, já. Og það var reynt að hafa samband við Seðlabanka Bandaríkjanna, þeir hefðu engan áhuga á því að tala við okkur á þessum tíma. Ég sagði stórveldi hugsa sína hagsmuni. Þeir hefðu enga hagsmuni að því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi enginn í Washington taka upp síman ef að vissa að símtalið var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ICE, anskilið það og töpuðu því dómsmáli þegar sérkvæðin Evrópusambandið beiti mikilvæg hörku vegna smáríkjum. Það var ekkert verið að hlífa okkur á þeim tíma. En svo ekki bara með fastgengistefnuna, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-9-10% ársgrundvelli á tímabili, einhver árum. Þannig að ég hef ekki skoðað þetta alveg nýlega, það alltaf halli á ríkissjóði á Íslandi vegna þess að við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverka höggdæfa sem kallað það að segja að fólk sem þegar verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum og réttindi hér á landi sem bara tilheyrir velferðarkerfinu. Við erum með stighækkandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þau að fara með til getum Alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðarkerfinu í Íslandi þegar það er þungt þá verður ofsalega mikill hall á ríkissjóði. Og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leyfir. Og þannig að ég tel það að við höfum frjálsar hendur. Gengið féll. Það hafði ekki áhuga á þessum bönkum. Í Eystrasaltsríkjunum þá var þeim bjargað þetta voru erlendir bankar. En svo gátu við beitt ríkissjóði alveg frjálslega sem Eystrasaltsríkin gátu ekki gert. Þau eruð að skera mjög mikið niður og gerðu það. Herðu Einmar, núna setjum við kommu og svo ætlum við að setja rauðaborðið fyrir í frí í júlí. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir verslunarhelgi. Þú ætlar að tala um Íran og Úkraínu, svo endar bara með að tala um Evrópu. Ja, við náum eiginlega aldrei að tala um... Þú sjónvarpsstjórinn. Ja, við erum með allan heiminn undir, þannig við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna um Evrópusambandið á Íslandi? Hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrömm og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn. Þú hefur fengið ykkur að gusur yfir þig eða hvað? Já, maður fær yfir þessu gusur sko, það sem ég finnst best. Ég er ekkert að, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera athugasemdir að eru með róttækar skoðanir, en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðili sem að tengdist var starfsmaður Evrópusambandsins voru að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir. Ég væri að laun hjá einhverjum aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mig. Ég hef aldrei tekið við peningum fyrir einu linn sem ég hef sem háskólakennari. En þá voru þau með þá, ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég væri að segja. Og það er svona, sko, ég er bara íslenskur ríkisborgari og ég hef skrifað greinar þar sem ég farið við kosti og galla aðildar Evrópusambandinu og evruna. Ég sé kosti og galla. Þannig að ég er ekkert jámaður eða neymaður. Ég er bara að benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynsla þeirra að landa. Svo eru ýmsir aðrir kostir sem þarf að hafa í huga. En ég er bara að benda á kosti og galla. En þá, ef að þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður þau fyrir árásum og þær eru oft
mjög ómálefnalegar. Það eru oft bara persónulegar. Svo er það líka í hina áttina. Eða það er líka í hina áttina. Þetta er hérna... Já, ég hefði gjarnan viljað sjá, sko, þeir sem er að svara, já, hún er erfið. Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðnar skoðanir, ég hefði gjarnan viljað sjá, sko, bara málefnalegar, eins og það sem þínar athugasemdir, það sem þú bendir á vissa staðreyndir, málefnalega umræða sem er mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi í umræðina. En mér finnst það töluvert skorta og fólk haga sér á samfélagsmiðlum, það er ekki alltaf til fyrirmyndar. Nei. Herðu, ef að þú lifir af sumarið, að þá hittustu aftur hérna í ágúst, því að þá ætlum við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðu Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti sem að því miður hefur einkennt svolítið umræðuna hingað til. En njóttu bara sumarsins, ég vona að sumari komi eitthvað tímann til Akureyrar. Það er fínt fyrir í dag, það er alveg nógu gott fyrir mig. Þakka að kærlega fyrir, við tölum saman. Ok. Hafðu það gott í sumarfríinu. Takk hérlega. Takk fyrir. Við höldum áfram hérna við Rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.